Komið sæl og velkomin í podcastið Síðdegisspjall í Suðvestur. Í þetta skipti ætlum við að ræða sannleikann Samherja. Og mér finnst bara rosalega frábært og skemmtilegt að bjóða velkomin Jóhannes Stefánsson í hans fyrsta podcast á Íslandi, ef mér skilst. Vertu velkomin, Jóhannes. Já, takk fyrir það. Gaman að fá þig til okkar. Já, takk fyrir að bjóða mér. Við erum að taka hérna svona fundaröð bara málefni sem eru okkur frambjóðendur Pírata í Suðvesturkjördæmi hugleikinn. Og ætli eitt af mínum svona stærstu áhugamálum sé ekki baráttan gegn spillingu á Íslandi, og ég held að þú sést nú rétti maður til að tala við akkurat það viðfangsefni. Jóhannes Stefánsson, eins og þekktir, er fyrrverandi framkvæmdastjóri Namibíu útgerðar Samherja og uppljóstrarinn í Namibíu málinu, Samherja málinu, hvað sem Fishrot málinu, hvað sem maður skildi kalla þetta risavaxna mál sem er að opinberast okkur meira og meira dag frá degi, og þú ert svona uppsprettan, byrjunin á þessu öllu saman, byrjunarpunkturinn, ástæðan fyrir því að við erum meðvituð þessa svakalegu mútustarfsemi og svikastarfsemi sem hefur farið fram í Namibíu með kvótan þar, en svo líka núna í kjölfarið að birtast okkur frekar dökk mynd af starfsháttum þessa fyrirtækis, og þetta gerist allt svona í kjölfarið. Þetta er svona vindur upp á sig. Hvernig, í fyrsta lagi bara sérðu eftir þessu að hafa komið fram með allt sem að svona hefur gerst í kjölfarið og allar árásirnar á þig og allt húllumhægi sem að hefur verið í kringum þetta, sérðu eftir að hafa stigið fram og gerst uppljóstrari og flækst inn í sakamál og þetta risavaxna mál? Nei, alls ekki, og ég er bara ákveðnari með hverjum degi. Því ég skulum hafa í huga að ég var búin að gangi í gegnum svo margt áður en ég gef mig fram við lögregluna í Namibíu í ágúst 2018. Þannig að eftir það þá hefur frekar kannski verið aðeins rólegra í kringum með heldur var fyrir. Ok, hvernig þá? Því að ég gegnum alltaf, það var margreynt og planað að taka mig á lífi og ýmis propaganda og ýmislegt reynt. Já. Og eftir það allt þá fer ég og gef mig fram. Þannig að ég viss alveg hvað ég var að fara út í. Þannig að eina sem kannski það sem hefur breyst er náttúrulega miklu meira opinberu umfjöllun. En hún er nú ekki eins hættuleg þegar að vera að taka hana lífi. Og upplifar þig bara öryggari núna eftir að hafa stigið fram? Nei, alls ekki. Það er kannski meira, ég er náttúrulega, núna á Íslandi, það er svona aðeins öryggari staður heldur en ég var þegar ég hætti hjá Samherja. Ég var staddur í Suður-Afríku og allt það sem gerðist í kjölfarið. Það gerist meira og minna í Suður-Afríku og í öðrum Afríkulöndum og víðar, sko. Þannig að ég held að við hefum náð bara tökum á öryggismálum. Ég og þeir sem eru með mér, ég með mann frá Kongó sem heitir Kristján, er búin að vera með mér frá byrjun. Já. Þannig við náðum svona nokkveginn tökum, því að ég man alltaf eftir spjallið sem við áttum snemma árs 2017 að við þyrftum einhvern veginn að fara að komast fram fyrir málinn, því við vorum alltaf 10 skrefum fyrir aftan. Fyrir aftan þá Samherja? Já, bara alla þá sem að vildum manni illt. Já. Þannig að við svona höfum náð því, og svo hefur náttúrulega bæst í að við erum náttúrulega, ég og síðan Kristinn er líka náttúrulega í sambandi við rannsóknaraðila í Namibíu og við erum þá svona stærra batteri að vinna bæði í öryggismálum og fleiri við erum tengt, sko. Ok, það skal geta, ég kannski tók það ekki fram í byrjun að eftir að þá ætlum við að opna fyrir spurningar frá áhorfendum, vegna þess að ég veit að það brennur margt af mörgum Íslendingur sem langar að spyrja þeim ýmislegt og einmitt þína ævi og kannski einmitt þennan tíma 2018 fram að 2018 þarf að segja. En mér langar svolítið að tala við þig svona samfélagið á Íslandi og svo samfélagið í Namibíu og einhvern veginn hvernig þetta er ólíkt en samt líkt af þessu leyti. Ég tala stundum það sem ég kalla þöggunarhandbókina eða þöggunartaktík Sjálfstæðisflokksins 101, sem að mér finnst ótrúlega áberandi taktík í þessu máli líka. Og það er svona ákveðin aðferðafræði sem að, sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn, ég sé að nota þetta þegar að koma upp eitthvað svona óþægileg mál eins og uppreist æðrumálið eða bara hneykslismálið yfir höfuð, glitnismálið eða hvað þá heldur, hvað sem það er. Að þá virðast þér alltaf detta í sömu handbókina, sko, sem er einhvern veginn, þeir byrjaði að smætta málið, nothing to see here, það er svona ekkert að sjá hér, nothing to hide, eitthvað svona, sko, retorík sem að byrjar og svo er farið í það kannski að
einmitt að skjóta sendiboðan og þú hefur nú aldeilis oft verið skotin sem sendiboðin í þessu máli og svo eru svona hlutir eins og já, að sko gera sendiboðanum upp einhverjar annarlegar hvatir eða ræja hans persónu eða eitthvað slíkt, það er svona klassískt einhvern veginn að svona finna upp einhverjar annarlegar hvatir eða eitthvað glæpsamlegt við sendibúðan eða þá að reyna að finna einhvern blórabökkur, segja þetta sé allt sem hann bara þér að kenna, þetta allt einhvern veginn eins og bókina lært bara, mér finnst ég sjá nákvæmlega sömu taktík og ég sé Sjálfstæðisflokkin beita til þess að koma sér undan svona óþægilegum málum í þessu máli, það er sama að þeir fara að endurskrifa söguna, þeir fara að gaslýsa fólk, þeir fara einhvern veginn að afvegaleiða umræðuna, bara hvað með þetta, hvað með hitt, en svo núna í þessu nýjasta máli í gagnalekanum að þá að fara að einbeita sér að því að þessum gögnum hafi verið stólið en það skiptir þannig sér engum máli í samhengi við það sem stendur í þessum gögnum og það sem við komum stað, þetta er svona afvegaleiðing. Hvernig horfir þetta við þér sem að verður fyrir þessari taktík? Ertu að upplifa það sé verið að nota þetta, að það sé verið að gera það að blóraböggli, að það sé verið að grafa undan þér og þinni persónu? Sérðu þessa taktík sem ég er að reyna að lýsa hérna? Já, ég meina, það kemur mér ekkert svo sem á óvart og allt það sem er búið að núna koma í ljós á síðustu dögum er ekkert eitthvað sem að kemur óvænt. Nei. Og þetta er náttúrulega bara, við erum að sjá þannig vissan hlut að gerðan opinberan að miklu starri batteri hjá Samherja að ráðast á fólk. Þetta er bara ein deild í miklu starra batteri. En þú vilt meina að það sé miklu fleiri sem er að vinna í svipum áróðursherferðum og þessi skærulega deild? Já, það er ekki spurning og þetta er bara eins og segir, bara ein deild og þeir fara langt yfir öll mörk og þeir fá það. Þeir komast upp með það og það er bara verið að setja þeim línuna, þeir mega fara eins langt og þeir mega. Ég er svo sem ekkert með einn ágjur af mér en ég er náttúrulega, þeir eru fólk sem er kannski bara að segja fréttinnar og fólk sem hefur skoðanir, það er verið að ráðast á það á margan hátt og margan bara mjög óheiðarlega og sjálfsagt ólöglega líka í einhverju tilfellum. Já, ég meina við sjáum náttúrulega ótrúlegar aðferðir, ótrúlegar árásir á Helga Seljan. Það er verið að reyna að njósnum hann erlendis, hvert hann er að fara í gegnum utanríkisráðuneytið. Þetta er eitt af nýjustu fréttunum að þau eru einhvern veginn að reyna að nota ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins til að koma staði hvort hann sé í Namibíu eða ekki, sem er náttúrulega alveg svakalegt. Hann gengst við því ráðuneytisstjórinn og virðist ekki að hafa séð einhver ástæði til að eins og láta Helga Seljan vita að það væri einhver að reyna að njósnum hann, þannig að það er svona, það gengi mjög langt í að njósnum Helga Seljan og grafa undan hans persónu, en líka mörgum öðrum sem að, einmitt eins og Hallgrímur Helgason sem að hafi bara eitthvað skoðanir Samherja sem hann listi og er, ég meina frábær rithöfundur, en þannig séð fyrir Samherja hefur engin völd Gabrielsson er bara rithöfundur út í bæ þannig, þótt að mér finnst Hallgrímur þetta frábær, að þá velti ég fyrir mér að nota svona mikla orku í að berja á fólki sem er bara að lýsa skoðunum sínum. Já, ég meina, við tökum til dæmis bara dæmi Helga Seljan, þannig búið að vera náttúrulega áreitan og eldan og sjást fyrir utan húsi og svoleiðis. Þetta er bara mjög alvarlegt öryggismál. Og ég meina, ég ger bara ráð fyrir að lögreglan sé að taka þetta mjög hörðum tökum. Ég meina, við veitum hvernig lögreglan bregst við þegar það sjást grunsamlega ferðir hér í einhverju útkværum og þá sendaði lögregluna til að koma í veg fyrir eitthvað slæmt gerist. Þannig að við vitum sjálfsagt bara einhvern hluta því hvað búið að fylgjast mikið með Helga. Veitum við það? Er lögreglan að gera eitthvað til þess að passa Helga? Nei, það er nefnilega máli. Ég set spurninga það að ég held að það sé ekkert verið að taka þetta á föstum tökum. Mönnum við bara leyft að fara eins langt og þeir vilja. Og þetta fer og mun enda illa af mínum mati. Við erum komin á mjög hættulegan stað í þessu þjóðfélagi. Það er alltaf bara, menn fara bara eins langt og þeir vilja. Ríkisstjórnin er ekki að leggja línunar og yfirvöld er það ekki. Og við eins og nefnir hérna dæmi með ráðuneytisstjóran að það er verið að njósnum ferðir Helga að ég hef búin að tilkynna það til rannsóknaraðila í Namibíu því að þeir voru eitthvað að spyrjast þannig greinilega fyrir ferðir Helga til Namibíu og svona hafa í huga partnera Samherja í Namibíu þeir hafa orð á sér að taka mjög illa á mönnum og ég meina ég er búin að upplifa ýmislegt í gegnum tíðina því til sönnunar. Þannig að það er bara talsvert mjög alvarlegt mál í gangi og það hlýtur að verða rannsókn á þessu. Já, maður spyr sig hvort það hljóta að verða rannsókn á þessu. Mér finnst ég einhvern veginn að hafa horft upp á
hvert grunnsalega athæfi að fætur öðru endur tekið og ef það framið af eða framkvæmt að rétta fólkinu að þá ekkert aðhafst. Já. Þá ekki byrjuð neinn rannsókn á neinu. Nei, og við sjáum nú til dæmis líka hérna sjávarútvegsráðherrann að var búið að koma fram að hann Samherja maður inn í ríkisstjórninni og núna bara aftur síðast fyrir 2 dögum. Ég meina, hvað gert? Maður myndi að halda það að forsætisráðherrann og formaður Sjálfstæðisflokksins myndi nú kalla hann inn og biðja hann að segja af sér. Þetta bara svona kannski dæmi það hvað fólk kemst upp með allt. Já, það þessi meðvirkni sem að mér langaði með líka að tala við þessi rosalega meðvirkni með valdinu og að því virðist alveg sérstaklega gagnvart Samherja. Við erum með sjávarútvegsráðherra sem bara kallaður minn maður af Þorsteini Má, forstjóra Samherja. Hann á fundi með þessum mönnum sem eru bara höfuðpaurarnir í þessu mútumáli sem að til rannsóknar og bara fyrir dómi út í Namibíu. Og hann margsaga hennan fund. Það hefur aldrei verið rekið ofan í hann en hann einhvern veginn fyrst kannast hann ekkert við hennan fundi að hafa verið þarna og svo bara nokkrum klukkutímum seinna að þá hann var þarna en hann var bara að hitta einhvern mann í einhverjum algjörlega óviðkomandi erindagerðum og veit ekkert meira það sko. Þetta var alls ekki planað og svo bara nokkrum klukkutímum eftir það þá var hann til þess að hitta Þorstein Má og það einhvern veginn, það enginn sem spyr hann sko, byrju, hvernig þetta alltaf rifjast upp fyrir þér og vissur virkilega ekki hvað verða að gera með þig, að sýna þig svona sem þeirra maður í ríkisstjórninni. Við erum með hann og svo erum við með þessa meðvirkni í ríkisstjórninni sem við erum að upplifa núna að sko stjórnarliðin Brynjar Níelsson mætir í Kastljós til þess að bara ræja blaðamenn og einhvern veginn leggja að jöfnu þetta áróður stríð sem að Samherji í við bara alvöru blaðamennsku. Við erum með Bjarna Benediktsson, fjármálaráðherra og formann flokksins sem að Kristján Þór jú í ríkisstjórn með. Hann mætir og segir að þetta sé nú alvarlegt satt reynist en það verður nú samt að hlusta á allar þessar árásir á RÚV. Ég meina, hvernig horfir þetta við þér að vera með ríkisstjórn sem einhvern veginn situr bara og leyfir þessu að gerast og meira þess að svona eiginlega samþykkir þetta? Já, undir þessu ég sagði þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál því að sko með þessu hvernig eins og til dæmis Brynjar talar hana í gærkvöldi og aðgerðleysi ríkisstjórnar þá náttúrulega ýtir það undir ofbeldi. Já. Því að sko þetta ekki með ofbeldi gegn Helga Seljan og mörgu öðru fólki hér. Þannig bara verið að gefa fólki lausan tauminn og skotleyfi á þess aðla og eins og ég sagði á hann þetta fer ekki vel því að það verður að sýna hér að hér sé verið að taka málunum og það sé einhverju hér sem stjórna í landinu. Akkurat. Þannig að þetta bara komið á mjög hættulega braut og það veist aldrei hvað fólk tekur upp á þegar það látið eins og þetta sé bara í lagi. Það búið að normalæsa þessa glæpsamlega hegðun. Já, það bara einhvern veginn meira en gefið í skyn að þessi framkoma að reyna að hafa afskipti af formannskjöri í blaðamannafélaginu, að njóstnum fólk og að reyna að koma staði hvaða bíla fólk á og elta fólk inn á kaffihús og allar þessar aðferðir að meðan að beinist að fólki sem að gagnrýni ríkjandi kerfi og gagnrýni svona stóra og kröftuga og valdamikla aðila í sjávarútvegi eins og Samherji sannlega að það sé bara valdhöfum á Íslandi þóknanlegt. Það sé bara í lagi. Já, og þetta ekkert svo sem að nýtt á nálinu því að þetta hefur bara þetta hefur viðgengist í 10 ára. Ég meina, ég heyrði nú bara sögu fyrir nokkrum dögum síðan sem að var þagga niður í einu fyrir einhverjum 15-20 árum því að hún ljáðist að segja skoðun sína. Þetta bara að koma meira núna upp á yfirborðið. Fólk orðið óhræddara við að segja sína skoðun, meinarðu? Já, og veist, það svona það náttúrulega búið að berja svo mikið bara á fólkinu að núna kannski svona veist að myndast meiri svona kjarkur heilt yfir séð og sem bara betur fer því að náttúrulega situr í fólki hvað þurft að lenda í, minna, bara taka þeim afkominu, bara missa allt og þetta búin náttúrulega að leggja heilu fjölskyldur og líf fólks í rúst. Já, það þessi afkomi ótti og það þetta sem mikið nota gegn fólki að það missi bara fyrirvinnuna. Við þekkjum þetta líka Pírata þekkja þetta bara að við heyrum sögur af því fólk hefur samband við okkur í einkaskilaboðum og segir okkur að það hefði mjög gjarnan, þetta sérstaklega út á landi, mjög gjarnan vilja mæta á fundin hjá okkur sem við heldum einhvers staðar aðeins út fyrir höfuðborgarsvæði
það bara þorði ekki að því að það viti að það verði eitthvað sendur þarna til að fylgjast með hver verði þarna og fólki sem að mæta fundil okkar það eftir að missa vinnuna. Og það bara pólitískt kúgunarástand í raun. Það er það. Þetta er alveg svip og ég hef heyrt sko. Sérstaklega fólk utan á landi, það sko, ef það sést úr einhverju þorpinu, einhver starf á einhverju fundi til dæmis hjá ykkur, ég meina það bara spyrst út. Já. Og hvað þá? Á það að hafa einhverjar afleiðingar að þú dirfist að mæta fund hjá Pírötum? Meira sem þótt að væri til að sko hýja á okkur og kalla okkur rata sem að gerist það ekki þess að fyrir. Þannig að sko, fólk þor ekki einu sinni til að mæta til að rökraða við okkur sko. Nei, það er alveg málið og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand og sem betur fyrir eru fleiri og fleiri raddir núna að stígu upp. Því að sko, eins og maður sér Pírata koma mjög sterk og því sérstaklega hvað þú nú bara stöðulega gegn spillingu og svo er bara gott fólk sem hefur sýnt mikið hugrekki eins og Ragnar í Vaffer og Solveig í Eflingu og fleiri. Já. Og þau þurfa bara miklu meira og þið öll þurfum miklu meira backup frá fólkinu. Já, það er svona, það virðist allavega að vera að myndast sterkara ákall á að segja hlutina hreint út og að fara ekki eins og köttur í kringum heitan graut og einhvern veginn lýsa hlutunum rosalega loðið og tala eitthvað pólitísku þegar kemur að hlutur sem eru bara alvarleg spilling. En það er rosalega erfitt, það er alveg áskorun að vera mitt manneskja sem stendur upp og þetta þekkir þú og bendir á einhvern veginn það sem er að og bendir á glæpina vegna þess að já, oft líður manna bara eins og að sé verra að benda á það sem að miður hefur farið eða að benda á glæpina heldur en að vera sá sem að fremur glæpina. Það er einhvern veginn sem að sé að fremja stærri glæp með því að segja frá eða segja satt heldur en að já, stunda mútustarfsemi eða að taka sér óhóflega mikið af peningum þegar maður er að keyra í kringum landið frá skattborgurum. Það er einhvern veginn verra að benda á það heldur en að vera sá sem gerir það. Já, og þetta hefur því miður bara þekkst hér á Íslandi að þeir sem að benda eru yfirleitt þeir sem eru tölti bara sekir. Veist, það er fólk, jável fórnarlömb sem benda á einhvern sem geranda að það ráðist á fórnarlömbi. Þetta er bara eitthvað svo ríkt hérna í þjóðfélaginu á Íslandi en sem betur fyrir er nú komandi eitthvað að vakna og ég meina ég held að svona með núna öfljóra fólki og ég dóldir hrifin að líka hvað Transparent Iceland er núna að koma sterkt því að þetta er kannski fyrsta stofnunin sem að svona er að koma hér fyrir utan pólitísku flokkana sem að og blaðamenn og svoleiðis sem að veist eru og munu sína hér aðgjörðum á Íslandi gegn spillingu aðhald. Já. Og þau náttúrulega eru tengd og rosalega stóru og öflugu samtökum náttúrulega Transparent International. Þannig að ég held að það hafi verið rosalega stórt og mikilvægt skref því að náttúrulega við erum öll áhyggjur af þessum eftirlitsstofnunum hvort að þau fá fjármagn og svoleiðis. Ég meina ég veist alveg full að trúa á svona rannsakendum sem eru í hérna er að vinna hérna í samverjubólninu í Íslandi en ég líka alveg tjáð mína skoðun að ég má áhyggjur af kerfinu. Já. Við sjáum hér að við erum hérna með Grego skýrslan í fyrra og var nú ekki flott fyrir okkur og heldur betur ekki. Og svo hérna varandi fórum að gráa listan vantar peningaþvætti. Já, og ekki bara það heldur mitt máli sem að rammaverki sem að Samherjamáli snýst að mjög miklu leyti sem er mútugreiðslu til erlendra embættismanna að við fáum skýrslu frá OECD hvernig við erum einhvern veginn með allt niður okkur í því líka og hvernig já, það til dæmis tók Íslands stjórnvöld alveg 2-falt lengri tíma að einhvern veginn afhenda gögn til Namibíu í því máli heldur en alla jafna gengur og gerist og það er eina svona máli sem hefur komið upp þannig að það kemur einhvern veginn rosalega illa út og að hérna það hafi komið ábendingar til íslenskra yfirvalda önnur brot sem sagt ótengt Samherjamálinu sem hafi bara ekkert verið fylgt eftir og hérna þannig við erum að sjá einhvern veginn og svo í tíð þessara ríkisstjórnar þá er það líka þannig að þau veikja hverja eftirlitsstofnunina á fætur annarri annarkvort bara með fjársvelti eða með því að flytja stofnunina út á landi svo já, á við Fiskistofu á við á við bruna eftirlitið og svo er verið að leggja niður skattrannsóknarstjóra og það er einhvern veginn, það er alls konar verið að gera alltaf veikja getu kerfisins til þess að hafa eftirlit. Við vitum að umboðsmaður Alþingis hefur ekki getað sinnt frumkvæðisathugunum bara að eilífu út af því að hann fær aldrei fjármagn til að gera. En mér langar kannski að snerta á einum punkti áður en að ég opna fyrir spurningar frá áhorfendum, vegna þess að ég held að það veri skemmtilegt að fara í þær líka og það er hvernig þú upplifir bara kerfið og móttökurnar
við þessu máli hér og í Namibíu, þú getur kontrastað þetta fyrir mig aðeins, hvernig að vera uppljóstrar í Namibíu versus hér og hvernig að vera þáttakandi í samfélaginu og uppljóstrar í samfélaginu hér versus í Namibíu? Já, fyrsta lagi ég tók nú þá ákvörðun að ég færi sjálfur til Namibíu til að upplýsa yfirvöld þar fyrir Samherjaskjölin og tók þá áhættu frekar heldur en að fara í gegnum boðleiðir hér og það var nú talsverð ferð og mikið lagt í öryggi og svoleiðis og það bara heppnaðist vel og enda líka mér var vel tekið og þau gripu málið mjög föstum tökum og sýndu strax alveg mikið ná og ég held ég var mjög heppið með að hitta réttu rannsakendur og þeir hafa unnið þetta gríðarlegri fagmennsku og bara áræðinni og ákveðinni en á sama tíma á móti gríðarlegu miklum mótstreymi því að þar mikið herjað á rannsakendum og öllum þeim sem eru að reyna að klára Samherjaskjölin og þau mál og klára að upplýsa þau til fulls. Þannig að ég gefði mig alveg rosalega mikið kredit fyrir bara hvað mikil fagmenn og hvað bara mikið hugrekki því að við veit til dæmis að sumar rannsakendurna hafa þurft sérstakt öryggi í kringum sig. Ég meina þetta náttúrulega æðstu ráðamenn þjóðarinnar þarna, þetta bara hver ráðherrann fætur öðrum og formaði Svabóflokksins og bara valda mesta fólki í þessu samfélagi sem þessi rannsókn beinist gegn þannig að það þarf ekki lítið hugrekki að ætla að standa upp í hárinu á þeim og ég veit ekki, við höfum aldrei séð neitt viðlíka að gerast hérna á Íslandi. Nei og ég meina, ég get sagt þér það var þegar ég fór og þá voru held ég yfir 20 manns viðrinnir í öryggismálum mín. Bara frá Kristján svo sem með mér í þessu það voru bara 3 lífverðir kringum mig en það voru margir svona margt planað og það var mikið atriði fyrir okkur að ríkisstjórnin og leyniþjónustan myndi ekki vita ferðum okkur. Þannig að einhvern veginn þá hafa þeir rannsakendur náðu alveg gríðarlegum árangri og það straumurinn mikill en þau eru bara mjög ákveðin og bara mjög hugrök og ég held að það líka hafi verið rétt að fara þá leið gegnum Namibíu og svo kemur það hingað því að ég ekkert vissum veist eins og vorum að tala stofnanir hér fjársveltar að hvort að bara ef ég myndi koma hér fyrst með mikið og flókið mál hvort að það hefði bara verið peningar til að fara eitthvað kafa djúpt í þetta þannig að ég held að svona hafi verið alveg rétta leiðin og rétti gjörnum því eins og ég segi ég hef full að trúa á þessu rannsakendum sem eru að vinna í þessu hérna. Já, en hvað finnst þið svona að vera helsti munurinn á Íslandi og Namibíu í viðbröðunum við þessu máli? Ég Namibíu náttúrulega bara hefur verið frábær viðbröð og ég bara þakklátt líka allar stuðningi sem ég fengið þaðan þar virðist nú vera svona manni finnst einstaklingarnir til dæmis eins og þessu píratar eða einstakir blaðamenn eru svo ein sem þeir lendi svo í mörg á móti ykkur vissulega það í Namibíu en það miklu meiri breidd sem að stendur saman í að berjast og upplýsa spillingu. Meina það blaðamennirnir og svo rannsakendur og hvað þá? Og svoleiðis og pólitísku flokkanir fjölmiðlar í Namibíu standa bara miklu betur ég myndi segja heldur á Íslandi en þetta líka namibískir fjölmiðlar hafa gefið yfirlýsingu til stuðnings hér Helga Seljana og þeim því að það er hér Helgi Seljan og Kveikur og hérna Stundin og Kjarni sem að voru svona kannski burðarliðnir í að segja bara sannleikann en meðan aðrir sögðu sem minnst eða helst eitthvað á móti það búið að mata með einhverju þannig að það hefur bara valdið talsverðum áhyggjum og ég veldi bara talsverðum áhyggjum bara víða þetta var nú bara nýlega fréttaefni í einu stærsta þýska blaðinu einmitt í Süddeutsche Zeitung og þeir vanda mjög vel til verka og það er vel tekið eftir þessu hvað að gerast hérna erlendis ég í góðu sambandi við ýmsa aðra hvort sé lögfræðingar eða samtök gegn spillingu og svoleiðis að fólki svona dálítið gátt en samt ekki við erum með hruni, við erum með Panamaskjölin og Samherjaskjölin þetta ekkert ég meina sumir sem var í sambandi við sérstaklega á Norðurlöndunum að þau bara hvernig spillingin hefur einhvern veginn náð að grassara hér í langan tíma og segir bara sannleika í standi stjórna hér á nokkrum hagsmunaöflum. Já og svo einmitt seðlabankastjóri stígur fram og segir þetta og hvað tekur við að fjármálaráðherra mætir í hvað var það, Spegilinn hérna hafi komið í Spegilinn og farið einhvern veginn að tala svolítið svona undir rós að menn síðan bara látni setja refsingum fyrir að saka mennum eitthvað sem þeir get ekki fært rauk fyrir og svona
En mér finnst alveg merkileg viðbröðin líka sem hafa verið við því viðtali við seðlabankastjóra og einmitt að forsætisráðherra þykist ekki kannast við sérhagsmunaöflin í samfélaginu. Þetta náttúrulega alveg merkilegt að setja undir þessu. Já, þetta og veist og sama og kannski ítir undir hvað hagsmunaöflin eru stóra. Við sjáum virkilega sjáum ríkisstjórnin ekkert vera að taka virkilega á þessari þróun sem að gerast eins og bara með Kristján Þór núna nýleg samskiptum að þeir Samherji talar sem sinn mann og leitar til hans ráð með reyndar ótengt mál en bara hvað á að gera við þetta og hitt og hann þar einmitt rætt hann aftur sem svona þeirra maður og ég meina hann ætti að vera maður sem hann myndi bregðast við út af þessu Samherjamáli og hann bara búinn að lýsa sig vanhæfan. Þú veist, hvernig getum við verið í þessari stöðu að stærsti aðilinn í sjávarútvegi bara svona beintengdur sjávarútvegsráðherra, hann getur ekki gert neitt sem marka á takandi af því að hann er svo bullandi vanhæfur og þetta bara sjávarútvegsráðherrann okkar og hann ætlar bara ekki að gera neitt í þessu út af því að vinur hans Mái, hann hefur það skítt. Já, þetta nefnilega, ég dóldi þegar við fyrir að líta á söguna hérna þá verður komið í ljós að Samherji hafði sinn mann sem sjávarútvegsráðherra heilt kjörtímabil. Já. Og það margt búið að koma upp og upp á þessu kjörtímabili. Heldur betur og það búið að lækka veiðigjöldin og það búið að minnka eftirlit og það búið að auðvelda fyrirtækjum eins og Samherji að stunda skattsvik og að svíkja laun frá sjómönnum með nýjustu veiðilöggjöfinni. Þannig að ýmislegt búið að gerast sem að hefur alveg verið gagnlegt fyrir Samherji og sömuleiðis ýmislegt ekki búið að gerast eins og til dæmis að það átti alltaf að setja lögum að það átti alltaf að breyta lögum tengda aðila í sjávarútvegi. Þetta er svona frekar torf og leiðilegt topic en gengur út að bara það bara x mikið af kvóta sem þú mátt eiga sem einstök samstæða og bara Samherji og eitt fyrirtæki í viðbót hafa verið svona yfir þessum mörkum bara gegna það að eiga fullt af einhverjum öðrum félögum og mega eiga þau án þess að það teljist með til heilda kvótans og þetta átti alltaf að laga en það bara ekkert búið að laga þetta og mögulega kannski það út af því að Kristján Þór átti að laga þetta. Já, ég meina það vantar bara pólitíska vilja og okkur vantar pólitíska vilja. Mögulega hver sjávarútvegsráðherra, hver veit, en ég var víst búin að lofa áhorfendum að koma með einhverja spurningar til okkar, ég held að það sé nú algjörlega fullkomlega tímabært. Þannig að mig langar að bjóða fyrstu spurningunni á svið og það er spurningin frá Rúnari hvernig slá nýjustu uppljóstranirnar skæruliðadeildina Jóhannes. Þannig að hvernig slæri þetta þessar nýju uppljóstranir? Þú búin að segja að þetta kom mér ekkert óvart? Þetta kom mér ekkert óvart og þetta er bara yfirborðin, þetta er bara eitthvað sem maður við vita og þetta er miklu stærra heldur en bara skæruliðadeildin, hún er bara ein deild inn í miklu stærra batterí. Og það kemur hérna fram að þau ætla að reyna að kæra þig og gera ýmislegt til þess að koma í veg fyrir að þú beri vitni og að þau eru þarna, það er líka nýjasta sem var að koma fram að þau hafa farið inn á þau hafa brotist inn á Dropbox reikningin til þess að reyna að finna eitthvað á þig væntanlega til þess að reyna að ógna þig frá því að bera vitni. Ég meina þetta er glæpsamlegt athæfi ef að það er hægt að sanna þetta alls saman. Já, þetta er náttúrulega með Dropboxi þá ég og lögfræðingur bara að fara yfir þetta og við sjáum til hvort að við munum ekki bara kæra þetta atvik. Já. En varðandi alltaf að fara að kæra mig áður ég fyrir að bera vitni, það er ekkert eitthvað sem að stoppa mig og það er bara eitthvað sem bara viðbúist áður ég færi og þegar ég fer, bara hvort sé frá Samherji eða þegar spilt í elitinu hann í Namibíu. Mér fannst náttúrulega áhugaverðast að var þannig að Jón Óttar og Þorsteinn Mátt eiga fundum að hvort þeir ekki fara að slátra mér. Já, betur það búið að koma fram líka? Það búið að koma fram líka og Ég vildi mista því. Og þá spyr maður, það er gaman að vita hvað hefur orðið þeim fundi og hvað ætlar sér búið margir slíkir fundir og hvað hafa planað og reynt. Þeim hefur ekki gengið vel hingað til. Ekki vel hingað til og það setur líka allt meir í annars stærra Samherji því að það er nú alltaf búið að reyna að slátra mér bara endur tekið. Já, þannig að í hvað samhengi á maður að setja þetta. Þetta er bara eitthvað sem ég fer yfir mínu öryggisli og hefur líka tilkynnt þetta til rannsóknarvalið í Namibíu. En eins og hérna á Íslandi? Ég hef svo sem ekkert verið ég veit ekki alveg hvar þau standa í varðandi þessu öryggismál og hversu hæf þau í svona stórt mál, ég bara segja svo Finnst þér að þú ekki geta leita til lögreglunnar á Íslandi? Ég treysti bara á mig og mitt fólk sem hefur varið mitt í mörg ár. Já. Ég held að það sé bara komið tíma á næstu spurningu. Veist þú hvort að þetta vinnulag Samherja í Namibíu er það sem gengur og gerist hjá öðrum erlendum fyrirtækjum? Svona risum. Sko,
það náttúrulega það er eitthvað svona sem svipað en ekkert á þessum stærðarkvarða. Það ekki nema að við komin eitthvað inn í námuvinnslunan inn í Kongó og svoleiðis sem þessu stórum skala sko. En þetta mál í Namibíu þetta hafa alveg gengist í. Jæja, ég ákvað að taka bara málinu mínar eigin hendur og nota bara síma minn. Þið verður bara afsaka, þetta ekki ótrúlega shiny og fínt eins og við vorum með þetta. En við skulum vona að þetta virkja minnstakosti að allavega sími minn að segja mér að ég sé live. Sem betra heldur en okkur hefur gengið hingað til að viðhalda þessari útsendingu. Þannig að við byrjum bara aftur hér, styttum þetta kannski aðeins í svona 10 mínútur korter að því að við viljum ekki fara langt fram með tíman. En því miður, já, viltu ekki bara koma hérna? Því miður að þá bara tæknin búin að vera að stríða okkur, ótrúlega, ég má víst ekki snúa símanum mínum að meðan ég að taka upp, allt í lagi þá, fyrirgefðu iPhone, ég skal ekki snúa símanum mínum. Við erum búin að lenda í rosalegum tæknilegum erfiðleikum hérna við að halda þessari útsendingu gangandi. Þannig að ég ætla bara að halda mig við síma minn og vona bara að hann bregðist mér ekki og að ég tapi öllu batteríi. Já, ég 18%, við skulum bara vona að það dugi. Ég hérna krónist batteríslaus manneskjan sko. En ok, velkomin aftur Jóhannes og þið öll sem hafið þolinmæðina til að hanga með okkur í öllu þessu vesinni. Við tökum bara low tech á þetta og höldum bara áfram svona og látum enga trufla okkur meir. Og þannig það. Jæja. Við erum búin að missa út rosalega mikið af spurningunum en eins og ég segi, ég freka minnu, ég man þær og ég man að síðasta spurningin sem við ætluðum að taka upp var að þú varst aðeins að ræða við okkur og ætlar að ræða við okkur og það atlögur sem að hafa verið gerðar að þínu lífi og þinni heilsu og það var spurning frá henni Grétu og svo hann líka að þakka þér fyrir bara þínar upplustranir og ég ætla bara að færa myndavélina yfir á þig því ég má ekki hafa okkur í portrætt eða panorama, hvað það heitir? Gjörðu svo vel. En aftur takk fyrir Greta. Eins og ég var að, ég veit hvort það ekki komið fram á hann, en við vitum talsvert hverju voru á baku þetta og hverju voru notaðir og þá hugsanlega vissum aðilum. Við höfum náttúrulega búin að kortleggja mikið af þessu og við höfum líka þurft að bara taka skrifan okkur varlega. Það gekk mikið á þannig í seinni hluta árs 2016 og talsvert mörg tilræði reynd og plönuð og fram á 2017. Og við hefum líka bara sá sem með mér, Kristján Jema frá Kongó, sem búin með mér frá upphafi og minn lífvörður og sér mitt öryggi, að við hefum bara kortlagt þetta vel og tökum skrifan varlega, en þetta eru stór öfl sem við erum að takast á og hættulegi menn í Face-Road-málinu og hérna og lögreglunni í Namibíu upplýst þetta allt saman líka og þeir eru með þetta til sinna skoðunar og til rannsókna. Varðandi heilsuna þá mjög sterkur grunur það að vera eitra fyrir mér frá desember 2016 til febrúar 2017. Ég veit að það var eitra fyrir mér og fólk sem í kringum veit að það var eitra fyrir mér og það er búið talsverð líkamlega einkenni í yfir 4 ár. Það eins og hefur komið fram í fjölmiðlum þá hérna planið að ég mun fara til Þýskalands til að leita viðeigandi læknis hvort að við finnum einhverja lausnar á þessu og það geti bara orðið fyrir en síðar sko. Það gengur vel með það plan og undirbúning. Þannig að við fyrir kannski bara að missa þið til Þýskalands bræðum? Já, það geti farið svo sko. Ég svo sem má ekki vera að gefa alveg dagsetningarnar og svoleiðis en þetta gengur vel og ég á von á því að ég komast inn til læknishendur þar og þeir reyna að finna lausn á þessu. Þetta náttúrulega mikil áskorun og í sambandi við gott fólk hvað þetta varðar í Þýskalandi. Þjóðverjar hafa komið mjög sterkir inn til stuðnings í þessu og eftir góða grein sem var í Süddeutsche-Zeitung og já, þjóðurum mikið að þakka. Ég man eftir annarra spurningu frá henni Alexandru Brím þar sem að hún spurði þig hvenær þér varð fyrst ljóst að það sem þú varst beðin að gera fyrir Samherja væri ósiðlegt og ólöglegt? Já, svo sem gerði mig alveg grein fyrir því frá degi einum en maður svona blindur á einhverju menningu innan Samherja, svona þetta bara og þeirra stanslaust tal, hvað þeir eiga bátt og þeir eiga svo mikið skilið og maður var bara einhvern veginn lojal í því og keyrður áfram að það, maður kannski í lok dags á myndum við myndi Samherja byggja upp í Namibíu og skapa fullt af störfum og svoleiðis. En þetta alveg frá þá lok 2011 en svona frá 2014 var mér ljóst að þeir var ekkert að fara að byggja upp eða skapa störf í Namibíu og að lokum þá hætti ég á Samherja í júlí 2016. Mér var með mjög minnistætt í
kveikstættinum þegar að þú talar að þú heldur að þetta myndi hafa einhverjar jákvæðar afleiðingar fyrir Afríku, þetta starf, þessi uppbygging og svo fyrir að renna svona á þau 2 grímur og þú áttar á því að það bara stendur alls ekki til og það einhvern veginn í tengslum við bara vinnsluna og hvernig þau ákveða að gera þetta, þau bara ekkert að byggja upp í Namibíu eins og þau sagðust ætla að gera, ekki? Já, þegar eru mörg lofur gefin þannig til að komast inn fyrir dyrnar og komast í auðlindirnar en markmið var bara alltaf að komast í auðlundina eins ódýrt og hægt með hvaða leið sem og hérna bara fyrir fristi skipin þannig að það myndi ekki skilja neitt eftir sér í landinu og svo var náttúrulega svona satt í mér það var samstarfið heimamenn kvótahafa 3 grúpur og það var líka ljóst að það átti ekkert að virða samningana við þau og það var þegar að byrja að stela frá þeim og átti að svíkja þau þannig að það var svona líka fylgti mælirinn hjá mér og ég fór. Okay. Mér að berast fleiri spurningar í gegnum þennan low-tech búnað okkar í fyrsta lagi munu kvótaeigendur svífast einskis til að halda tangar haldi á áhrifum sínum hér heima og erlendis og til að halda eignarhaldi sínu á kvótarum hversu langt eru tilbúinir að ganga þetta? Við ætlum bara að vona að Samherji sé einstakt dæmi hér á Íslandi því að ef að Samherji ekki einstakt dæmi eins og við sjáum það að það er engin mörk hvað þeir fara langt til að verja sína hagsmuni og komast undan sínum glæpum. Við bara vonum að þetta sé einstakt dæmi og hinar útgerðirnar sé ekki á sama stað og Samherji því að þá verulega illa farið fyrir okkur hér á Íslandi. Og finnst þér bara talandi þetta, hvað finnst þér að því að nú þetta bara spurning frá sjálfum mér, ég var að koma að þessari sko og það bara allar hinar útgerðirnar, það segja bara ekki neitt. Þær hafa hérna tækifæri til að fordæma þetta, þær hafa tækifæri til að segja já, við vinnum alls ekki svona og við erum bara mjög ósammála því hvernig Samherji að hegða sér og svo framvegis og SFS hefur tækifæri til að segja og þau bara segja ekki neitt. Hvað finnst þér, ef maður hefði haldið að þeirra hagsmunir væru að sýna fram á að þetta sé einmitt ekki normið? Hvað finnst þér þessa þögn hjá hinum í útgerðunum? Sko, þöggunin þetta mjög slæm þróun og hinar útgerðirnar verða náttúrulega bara að sýna samfélagslega ábyrgð og stíga fram og segja eitthvað því að þöggunin eru bara að samþykkja aðferðir Samherja. Sko, já, hérna önnur spurning sem að okkur barst áður en allt hrundi og það var hvaða aðferðir voru við líka starfshættir stundaðir af Samherja í Máritaníu og í öðrum vestur Afríkuríkjum sem þeir starfið í, svo þú veitir til? Sko, ef við kannski snúum þessari spurninguna aðeins öðruvísi, að starfshættir Samherja sem þeir tíðkast í Namibíu, það var ekkert nýtt fyrir Samherjafólkinu. Þeir klárlega eru með svona starfshætti í öðrum löndum en þau geta kannski verið mismunandi. Þannig að þetta var ekkert nýtt fyrir þeim að svíkja undan skatti og greiða mútur. Eða þetta svarar spurningunni? Já, þetta svarar vissulega spurningunni, nema að mér skilst að finni enginn þetta live streymi, þannig að ég vona að þetta sé ekki allt fyrir bí hjá okkur. Og við eigum þetta allavega á upptöku og getum bara hent þessu út þegar að við loksins klárum þetta. Ég hugsa að við förum bara að ljúka þessu, við höfum þetta síðustu spurninguna en mér langar svona að gauka einni að í lokin og það bara hvernig hefur það eftir allt þetta og eftir einhvern veginn að hafa staðið í þessum uppljóstrunum og svo það sem að við tekur einhvern veginn að þetta fyrirtæki fær bara að þér verðist nánast án neins viðnáms að ráðast viðstöðulaust á þig og þína persónu og alla sem eru að hjálpa þér. Ég veit þú sagðir að þetta kæmi þér ekkert á óvart en ég meina ég er allavega brjálaður yfir þessu. Ert þú ekkert brjálaður yfir þessu? Nei, ég tekur svolítið með jafnaði geð og það er bara taka þetta dag fyrir dag og svona gera sín plön og þetta ekkert sem eins og segja kemur ekkert á óvart og það verður margt reynt til að skaða mig og það svo hætti verður áfram á marga vegu og ég hef það bara fínt skilur, ég veist þótt heilsubrestur út af þessum hugsanlegum eitrunum sem kannski
heftum að mest, en í lok dags þá ég aðeins fyrir Namibíumenn, fyrir fólki í Namibíu, og við viljum sjá réttlæti fullnægt og við viljum sjá alla þessa 10 milljarðar sem Samherji hefur stólið frá Namibíu endurgreidda, og vonandi þetta líka til einhvers betur sér á Íslandi, og þetta snýst hvað fólki hefur lent í, hvað það búið að þjást í Namibíu. Þetta búið að eyðileggja fleiri þúsundir eða 10.000 manns líf 10.000 manns, og það verða bara að vera breytingar til hins betra, og það sem að keyra mann áfram. Þetta fyrir fólki sem að þjást í Namibíu. Þetta algjörlega fyrir fólki sem að þjást í Namibíu, og vonandi verður þetta til einhverja breytinga hérna á Íslandi. Ég held að við látum þetta gott heita hjá þessu live-vídeói mínu. Það sést vel af hverju ég ekki tæknideildinni, út af því að live-vídeó mitt finnst greinlega einu sinni. Ég held að ég hef einu sinni áður reynt að vera með live-vídeó og það var óvart. Þannig að það er kannski ekkert skrítið að þetta gangi ekkert eitthvað fullkomið hjá mér. Ég þarf bara að pússa mig upp í að vera alvöru pírati og gerast betri í tækninni, en ég vona að við komum með þessum lokaorðum til skila eftir svo litla og furðulega tæknilega erfiðleika hingað til, en við segjum það gott hérna úr Tortuga, höfuðstöðum Pírata, og þökkum ykkur öllum fyrir að vera með okkur og horfa, og vonum bara að okkur gangi vel að takast á við spillingun á Íslandi, og sérstaklega fólki í Samherja sem að virðist alls ekki kunna að skammast sín. Já, takk fyrir. Ég bara þakka fyrir að bjóða mér í podcasti í dag. Vita mikið. Takk aðeinslega fyrir að koma. Já. Verið þið sæl.